Hér ætla ég að sýna ykkur þægilega aðferð við rótarreikning. Við erum hérna með rætur A, B og C-lið. Í A-lið erum við með það sem við myndum kalla þriðju rótina af x í sjötta. Í B erum við með fimmtu rótina af y í 20. Og í C erum við með fjórðu rótina af x í 12, y í 8. Og reglan er nú nokkuð einföld hér. Við ætlum að leysa þetta út og þá fellum við rótina út með því að setja töluna sem er hér undir strik á veldinu sem má finna á stærðinni sem er inni í rótinni. Sem sagt, svona. Og ef við einföldum þetta, þá er ég með x í veldinu 6/3 og 6/3 eða 6 deilt með 3 er þá bara x í öðru veldi. Svona. Hugsa nú næsta dæmi á nákvæmlega sama hátt. Ég ætla að taka þessa tölu og setja hana undir strik á veldinu sem að finna á stærðinni inni í rótinni. Þannig að eftirfarandi verður þá y í veldinu 20/5, svona. Og einföldu þetta, 20 deilt með 5 er 4, þannig að ég fæ hér y í fjórða veldi. Það sem er ólíkt í C-lið hér er að ég er með fleiri en einn lið inn í rótinni. Ég er með x í 12 og y í 8. En það gildir sama regla. Ég ætla að taka fjarkann sem að finna hér. Ég ætla að setja hann undir strik bæði á þessu veldi sem er á x-inu og þessu veldi sem er á y-inu. Út frá því x í veldinu 12 deilt með 4 og svo erum við y í veldinu 8 deilt með 4. Og ef við einföldum þetta, þá erum við x 12/4, 12 deilt með 4 er 3, þannig ég er með x í þriðja og ég er með y 8/4, 8 deilt með 4 er 2. Þá lítur svarið mitt út svona, x í þriðja, y í öðru og það er lokasvarið hér.